komið í sæl. Spaugstofumenn mæta til leiks klukkan rúmlega 8:30 en við hefjum dagskrána á þættinum laugardagskvöld með Gísla Marteini. Hann fær góða gesti til sín í kvöld. Hér á ferðinni þáttur sem enginn ætti að láta fram með sér fara. Kollekt, sláðu fyrst inn stjarna 888 stjarna og svo númerið, síminn. Gott kvöld og velkomin í laugardagskvöld. Það góður þáttur framundan held ég, vonandi bæði innihaldsríkur og skemmtilegur. Það má minnst að kosti segja fyrsta gestinn, bæði innihaldsríkur og skemmtilegur, utanríkisráðherra Davíð Oddsson, vertu velkominn. Takk að kæra. Ég var reyndar að velta fyrir mér með þetta orð innihaldsríkur og væri kannski ekki jafn innihaldsríkur eftir alla þessu uppskurði. Ég létti svona 10 kíló, þannig að þetta áhrifarík megrunar aðgerð að gangi gegnum þetta sem ég hef gengið í gegnum, en ég svona mæli ekki almennt með henni. Nei, en hérna, hvernig hefur það? Þú lítur vel út, ertu allur að braggast? Já, ég allur að braggast. Þetta var alltaf mikið í einu. Ég fekk eiginlega næstum 4 ólíkar tegundir af vandræðum. Já. Og eiginlega 3 skurðaðgerðir á nokkur skömmun tíma. Það var svolítið gaman að því að það var búið að segja mér það að ef maður yrði veikur á Íslandi og ætti að lenda á spítala, þá ætti maður ekki að gera það síðastu 10 dagana í júlí og fyrstu 10 dagana í ágúst vegna þess að þá var allir bestu ræknandir í sumarfrí. En ég var nú fyrst skorinn til 1. júlí og svo 3. ágúst, en þetta var ágætir menn sem skára mig fram og tilbaka. En það nú held ég þannig að þetta kom mér allt saman óvart og eftir ég var veikur heima þarna rétt undir miðnætti þá þrjóskaðist ég nú við í 4 tíma að fara á spítalann. Konan hefði nú hringt á sjúkrabílinn, held ég klukkan 2, en þegar ég frétti það þá krafðist þess að hann yrði afpantaður því það væri ekkert að mér. Og þetta hljómar nú mjög hetjulega en það nú held ég þannig að við kallarnir erum sko yfirleitt frekar mikla skræfur, gagnvart læknum og sjúkdómum og erum bara vonum að þetta líði allt saman hjá. Síðan kom nú læknir og kona mín sem gömul hjúka, eða hjúkunarfræðingur. Jú. Þeim kom saman að það geti vel verið að þessi kall mætti ráða einhverjum stjórnlandsins, en hann ætti ekki að ráða þessu hvort hann færi upp á spítal. Þannig þangað fór ég. Og þá héldum við að þetta væri gallverkir og gallblaðra og allt saman sem sennilega var. Já. Síðan þegar farið aðtúa betur þá kemur í ljós að ég er með krabbamein í nýra og þá ákveð að taka það. Og það bara hérna strax nóttina? Það undir morguninn þá átti að menn sig á því að þetta er meira en gallverkir og galluppskurður myndi ekki duga og þannig að það er nýrað og þeir veltu fyrir sig hvort þetta taka gallið og láta mig svo hvíla mig og koma aftur. Ég óskaði nú eindrið eftir því að þetta er allt saman tekið í einu. Já. Og síðan þegar hafðirðu eitthvað það að segja? Þeir bera það nú undir því, læknarnir. Þetta nú þinn skrokkur eftir sem áður og síðan þegar það er búið og búið að taka einhverja kirtla til athugunar inn í mér og ég er búinn að fara í sneiðmyndatæki þar sem er svona eins og tekin í sundur eins og agúrka svona lið fyrir lið og eins einhver beinaskanna og þá er sagt að það sé allt í fínasta lagi með mig og ég var nú sko ánægð með það, fekk kona mín á mömmu heimsókn á spítalann og við vorum nú sko glöð yfir þessu öllu saman. Síðan fara þeir að skoða einhverja blóðprufur og þá sjá þeir að það er allt í vitleysu með einhvern kalk í blóðinu og hefði einhver kalkkirtill orðinn vitlaus, segja þeir, og ég spyr hvar hann sé og hann sé í hálsinum og þá þurfa að taka hann og þá er farið að gera einhverjar ómskoðanir og þá sjá þeir einhver þykkild í hálsinum. Já. Og þeir fara að röntgenmynda það og síðan taka langar nálar og stinga inn í þetta. Þeim er nú ekki eins vont eins og hljómar. Nei, og þá sjá þeir að ég með krabbamein í einum 12 eitlum í hálsi og í skjaldkirtlinum og jafnframt þurfa að taka þennan vitlausa kalkkirtil og þá er farið í það að skera þetta allt saman. Ég var nú að segja við læknarna sem kom með þarna í seinna hollinu að
þeir fengu nú að gera það sem margir hefðu þráð á Íslandi, að fá að skera mig á háls. Þeir brostu nú ekki einu sinni yfir því, þetta var svo alveg gefnir menn og góðir. Ég er ekki hvorki gefn, alveg ekki gefn, ég er gefn góður. Nei, þú ert svo vafasamur. Og svo skáruðu nú þetta og ég verði að segja það við konuna 3-4 dögum síðar að ef þetta hefði nú verið almennilegt eins og í Hollywood, þá hefði nú tekið svona eins og 1-2 undirhöggur í leiðinni. Það var ekki gert, en það fannst þér nóg að gert að taka held í allt þetta dótari. En þetta var svolítið mikið í einu. Er þetta ekki líka svo viðkvæmt svæði hérna, svo margt? Jú, ég sagði nú við lækninn, það er eindrið fram að það myndi ekki skeri sundur raddtaugina því að það veri hluta mínu vinnutæki. Þess að það verður ekki með 4% líkur á því, en því finnst þetta allar svona prósent að vera ansi háar þegar það skera þig eitthvað. Einmitt. Það hafi verið hérna flokka með 4% fylgi og Já. Ég var búinn að segja alltaf við Ástríði áður að því hún er hjúkrunarfræðingur að þegar að því kæmi ég að fara á spítala einn góðan veðurdag, þá myndi ég verða henni til mikillar skammar því að ég væri slík kveif og auli. Til að mynda þannig var að þegar við vorum að horfa á sjónvarpið og það var einhver uppskurður eða verið að sprauta eitthvað, þá stóð ég alltaf upp og sagði ég þarf að hita kaffi og svona sko. Og hún hló alltaf að því, ég væri slík kveif að ég get ekki hort á þetta. En svo því ég kom á spítalann og þá verið að stinga þig kannski mörgum sinnum á dag, taka voru blóðprufur og sprautaði fyrir hinn og þessu og ég var með þannig æðar til aldrei að finna þessar æðar, þannig það var stundum gert 2 og 3 áður en fundu réttu æðarnar. En þá kemur á daginn, þú ert bara ágætur sjúklingur og ég held að þannig verði, meiri segja kallar sem eru held ég meiri kveif heldur en konundar, þeir verða ágætir sjúklingar þegar þeir eru komnir í þennan bransa. Ég hafði nú svolítið gaman að því að ég hafði verið að finna að því stundum þegar maður sá viðtöl við sjúklinga á spítölum og þá stóð alltaf hérna mikið skjaldarmerki, hérna eign þvottahús Ríkisspítalanna. Og svo var ég orðinn eign þvottahús Ríkisspítalanna áður en ég vissi af. Og einhvern tíma þegar ég var keyrður niður í hjólastól hérna í einhverja enn eina myndatökun eða rannsóknin eða eitthvað og geymdur hérna fram á gangi meðan að læknirnir voru að gera tækin klár. Þá var einhver maður sem horfir heilingi á mig og ég horfi á hann svona í 5 metra fjarlægð og ég sé að hann er líka eign þvottahús Ríkisspítalanna eins og ég. Og þegar við erum búin að horfast í augu smá stund þá gengur hann að mér og segir ég vildi bara láta þig vita að ég veit hver þú ert sko. Og svo fór hann. Og ég veit ekkert hver hann er og hefur velt þessu fyrir mig síðan. Svo verið ég settur þarna á bekkinn og var skoðað svona eins og agúrka, svona skoðurinn svona í sundur. Og þá var það þessi maður sem gladdi mig allan tíman því ég var síhlægjandi út af þessu fína atviki þegar þessar 2 eignir þvottahús Ríkisspítalanna hittu svona þessum undarlega stað. Og önnur vissi hver hinn var? Já. Þetta var eitthvað voða huggulegt þegar hann kom svona, búinn að horfa með smá stund. Ég ætlaði bara að láta þig vita, ég veit hver þú ert. Og svo fór hann. Og hinn eign þvottahúsinn satt hann eftir, þetta var mjög skrítið. Við fengum þar fréttir svona bara út í þjóðfélagið að það væru sem betur fer engin tengsl á milli þess sem að var í Hálsfjörðum og því svæði, annars vegar og Nýrans hins vegar. Já, maður alltaf er svo illa aðsýnis öllu saman sko, þegar krabbamein var komið í Nýran og svo komuðu til mín og sögðu þeir að fundi allt í einu krabbamein í hálsinum og svo sögðu þeir að þetta er nú annað krabbamein sem er nú mjög góða fréttir sko. Og svo þegar kom eitthvað annað, þá er þetta með fleiri góðar fréttir, sko, endalausar góðar fréttir. En það var eins og þú segir, það var vegna þess að ef þetta hefði verið sama krabbameinið hérna uppi eins og það var hérna niðri, þá hefði það bent til þess að verið farið að dreifa sér, sko. En það er meiri von til þess að þetta hafi ekki dreift sér og nú var ég síðast í að fá þetta sem kallað er geislavirkt jóð, sem ég var núna síðast í október. Það hljómar líka eins og mikil aðgerð, það er ekkert neitt sársauki sem því fylgir í rauninni, þú ert bara tekinn af lyfjónum og verður svona ansi slappur, púlsinn var hjá mér konir í 44, þannig ég svona gekk eins og ég væri í slow motion bíómynd, sko, og hérna var svo geymdur í einangurinn þegar fór á daga, meðal annars að ég er nú svona landsfrægt kattarembusvín að þá þurfti ég að fara að sjá að það mátti ekki koma inn til mín, að skipta rúmföt sjálfur og þess áttar sem ég hafði aldrei gert á ævi minni og mikið reyna að finna þetta upp hvernig verður nú best að ná svona sængur fötum utan á kottum og rúmum og ég var óskaplega feginn að þetta var ekki raunveruleika sjónvarp. Ég hefði orðið sprenghlægilegur þannig klæddur í mertur sem eign þvottahús Ríkisspítalinn að reyna að finna út hvernig maður skiptum á sæng og svo var ég komin í slíkt slow motion að ég gerði þetta svo hægt að þetta var svo og leiði ég búinn að skipta kottaveri þá settist ég eftir þetta afrek og þú sagði leiðilegt að mamma sjá ekki hvað ég er ansi flinkur í þessu og svona
Þetta var dálítið skrítið. Þú ert í svona blýherbergi og svo bara kemur bank og þá ferðu og opnar eina blýhurðina og það matur, þú sérð engan og nærði í hann og svo hendur... Já, það? Já, þú ert bara þarna í marga daga og sérð engan. Þú heyrir ekkert því að þetta er svo vel einangrað að þú getur verið á norðurpólnum. En það er ekkert erfitt að vera þarna svona einangrun því að þú ert í slow motion þér líður bara ágætlega. Ég var hérna á 19 daga fyrst í spítalanum og mér leið voðalega, það er skrítið að segja, mér leið óskaplega vel. Þó að vera alltaf verið þar poti í mann og stingi í mann og eins og gert er. Þetta var allir að vilja gerðir að gera þetta eitthvað vel og ég man sérstaklega fannst mér gaman að því þegar ég fór í seinni skurðinn og ég keyrður í rúmunu mínu áleiðis og ég man ekki hvort að skurðstofan er upp eða niðri, maður ruglast nú í öllu þessu. Að þá veifuðu allir í hinum herbyggjunum, sko, kollega mínir á spítalanum á þessu sama gangi og mér. Mér fannst það voða gaman eins og væri eitthvað voða, við veifuðum svona allir, þetta verður svona samkennd. Einmitt. Já, þarna. Hvað hugsaður eins og þegar þú varst inn í þessum blýklefa og varst að skipta fyrir utan að hvernig þú ættir að koma þessum sængufötum af og á? Já, maður kannski ég var búinn að gangi í gegnum allt þetta ferli áður og ég einmitt fyrst þegar að konum fréttina með fyrir krabban og svo þegar kom fréttina með seinna krabbameinið, að þá pröfaði ég það að vera sko ekki lesa blöð og horfa sjónvarp eða þess að þetta bara liggi í rúminu og velta þessu fyrir mér og sjá hvort ég kæmist yfir þetta með svona hugsununa. Og auðvitað, þú ert mjög fljótur að átta þig á því að eins og ég er 56 ára, búinn að eiga frjótt og gott líf, en þetta er rosa stór spítali og þú áttar þig á því að þarna út allt er fólk að berjast mikilli baráttu, ungt fólk kannski sem er ekki búinn að hafa jafn gott og langt líf eins og ég hef haft og foreldrar að barðast fyrir börnunum sínum sem eru kannski með erfið veikindi og allt þetta, þannig að þú ferð að hugsa þetta allt öðruvísi. Þú ert ekki eins mikið mál sjálfur eins og fyrst þú kemur inn, þetta upptekir að sjálfum þig fyrst og þetta heyra þetta allt saman og svo ertu búinn að steingleyma þetta svona lærðir og þegar þú sögðu sko þú ert með krabbamein í skjaldkirtli og þá fór ég velta fyrir mig hvað djöfulinn gerir þessi skjaldkirtl aftur sko, það steingleyma því náttúrulega, eftir hafði ég lært það. Maður er alveg ótrúlegu vitleysingur í rauninni þegar maður fer að hugsa þetta. En svo er þetta svo gott að system, þessi skrokkur á manni, það eru varastykki allt, sko, það er tekið nýrað og það er allt í lagi og það er tekið gallið og það er allt í lagi og svo er tekið skjaldkirtill og þá færðu einhverja töflur og það virðist allt í lagi, það er bara eiginlega hausinn sem má ekki fara þar. Hitt getur svona nokkurn veginn allt farið. Já, einmitt. Og þetta funkar alveg bara með eitt nýra og svona og allt í... Já, það virðist vera, það má ekki út að bera, það verður að fungera. Það verður að fungera, já. Já, og enginn getur sagt mér akkur að fyrra nýra fór svona. Einmitt. Og það búið að skrítið líka sem maður botnar ekkert í því að maður er komið með krabbamein inn í nýrað sem er ekkert mjög stórt og það er á stærð við egg, sko, hænuegg og maður finnur ekkert fyrir því. Ég vissi ekki neitt að neitt var að gerast. Þetta er svona undarlegt. Og svo fannst mér ansi gaman af því að eftir fyriruppskurðinn, sko, þá ertu með einhvern járnrör út úr kviðnum þar sem er að vera að drena blóð og svona eitthvað. Og svo ertu með einhverja tenging út úr svona miklu viðkvæmari stað, svona fyrst og eftir. Og ertu með einhvern verkjalyf inn í bakið á þér einhvers staðar. Búin að vera 2 tíma, þá komu 2 hjúkrunarfræðingakonur og sagði, jæja, vill forsætisráðherrann koma í sturtu með okkur? Ég fór að hugsa með mér, hvernig í andskotanum fer þetta nú fram? Ég er með allt þetta hérna út mér á öllum þessum stöðum. Svo hugsaði með mér, já, þetta fæ ég aldrei uppgötu að finna mér. Ég segi já, svo ég sagði, já takk, endilega fá að fara í sturtu. Og svo stóð ég þarna alveg eins og vesalingur, náttúrulega, gat alltaf staðið með alla þessar slöngur út mér og svo var ég veltað fyrir hvað gera nú þessar glæsilegu hjúkrunarfræðingar eru konum með mér í sturtuna. Ég var náttúrulega fyrir miklu vonbrigðum því þær fóru bara í plast utan sinn fína hjúkrunarfræðibúning, síðan fóru þær í stígvél eins og það væri staddar í þvottahúsinu, hérna í frystihúsinu á Flateyri og svo bara spúluðu mig eins og sko þorsk til útflutnings, sko. Maður var eins sko hallærislegur eins maður verða kann. Ég var nú hugsun sko ef það hefði nú haft myndavél þá hefði getað selt fréttablaðinu myndir og lifað á því bara góðu lífi svona í hálft ár. Það var ekki sjón að sjá. En svo þegar búið að setja mig í larfann aftur þarna frá þvottahúsi Ríkisspítalanum, maður var orðinn skráð eign þess, þá var ég svo hrifinn og hef konið í rúmið, hreinn og fínn og það er búin að gera þetta eftir uppskurðinn. Ég var svo montur og ánægður að hafa farið í þessa aðgerð með all þessi dinglundál út úr mér á viðkvæmustu stöðum. Og þetta er það sem sjúklingar lenda í og það er
mér fannst ágætt að lenda í þessu öllu saman, fyrst að ég þurfti að lenda í þessu öllu saman, þá fannst mér það bara ágætt og þetta gert allt svo eðlilega og þetta fólk svo gott við þig, sko, mig sem aðra, maður fann það og svo röltur svona með einhverja stöng þannig að þú ert að reyna þegar þú farin að ganga, það sem allt þetta tengt í og dropar og verkjadropar og allt þetta. Og það hittur aðra sjúklinga sem stöng, þetta eins og einhverju, og þannig hangið í stöngunum og kjaftið saman með allir mikla pók út allt og þetta og fínt fólk og að slást við alls konar hluti. Þetta nýr heimur fyrir mann og ég ekki að segja með að panta þetta, en fyrst þetta þarf að gerast, þá voða gott að vita því að okkar kerfi svona, það tekur jafnt á öllum og hugsar vel alla og þú átt séns, sko. Þú ert ekkert öruggur, en þú átt séns og það afskaplega gott og þægilegt. Og hvernig þetta fólk virðist hugsa, maður að bera saman sjálfan sig, ekki getur maður verið svona flinkur og góður í að láta fólki líða vel og gera allt það besta, nætur vöktum og öllum þessum vöktum og allt þetta alveg. Ég var nú að segja frá því einhvers staðar að þegar ég var búinn að vera á morfíni eitthvað 6-7 daga, þá kveikti ég á sjónvarpinu loksins og horfa að loga orður. Og það var löggan að elta einhverja dópkalla og ég var farin að halda með dópkallunum því að þetta var náttúrulega mínir menn. Ég var þarna morfínlistinn, sko, lág þarna í sælu vími í morfínu og löggan elta þessa sómakalla. En þetta bráði nú af mér og nú stend ég alveg með löggunni eftir, sko. Það gott að binda í bjarnarsýni á þeim. Já, öllu liðinu. Það er mjög athyglisvert að heyra þetta. Við skulum aðeins taka smá við skulum hverfa aftur í tímann af því að mér finnst það gaman að sjá það. Það mynd af þér þegar þú ert, þetta fyrir 30 árum eða 30 eitthvað árum, 30-40 árum. Þar sem þú ert í Menntaskólanum í Reykjavík. Ég hef nú sýnt þetta áður, mér finnst þetta bara svo skemmtilegt. Þetta voru sama þætti sem við sýndum með Þórarni daginn. Þar sem þú ert, þar sem það hvarflar ekki að þér að þú nokkurn tímann eftir að leggjast inn á sjúkrahús bara með menntaskóla, ákafan. Sjáum Davíð Oddsson, cirka 19 ára, eitthvað svoleiðis. Það er hér. Kennslufyrirkomulagi í íslensku að ýmsu leyti ábótavant. Ég ætla nú að nefna hér aðeins lítið atriði sem oft gleymist, en það lestrarkennsla og lestrarkunnátta. Frá upphafi, það að segja í barnaskólum, lestrarkennsla miðað við það að nemendur geti lesið sem flestar setningar á sem skemmstum tíma. Í prófum hefur prófdómarinn skeiðklukku í hendinni og að lestri loknum þá reiknar hann út hversu mörg orð hafa verið lesin á mínútu. Skiptir litlu máli þó allir lesturinn hafi verið í belg og biðu. Afleiðingin sú að flestir Íslendingar eru ólæsir. Þarna eru allir sjúkdómar heimsins órafjarri. Þetta voðalega alvörugefur maður sem að tala þarna. Það sem mér finnst nú verst að ég sko miklu skýrmæltari þarna heldur en ég hef verið síðan. Og þá búinn að vera að kjafta í næstu 40 ár. Já, einmitt. Það hef ekkert lagast. Það var gaman að sjá þennan mann. Já, á 40 árum hefur maður farið svona mikið aftur. Þetta er alveg ótrúlegt. En því þú talar það þú fer í sturtuna og það meiri háttar sigur að hafa náð því á spítalanum. Breytast ekki öll viðmið? Ég ætla að fá að nefna annað líka því það voru svo margir sem töluðu það með ræðuna þína þegar Halldór Ásgrímsson flutti sína fyrstu stefnuræðu sem forsætisráðherra. Þá komst þú í pontu og margir töluðu að utanríkisráðherrann hefði stólið senunni. Ég veit ekki af hverju maður sögðu, þú varst með góða ræðu en þú mönnum fannst vera einhver tónn, einhver bljúgur, þroskaðari jafnvel heldur en einhvern tímann áður. Já, mér þetta vakti ekki fyrir mér að stela neinni senu frá Halldór Ásgrímssyni vegna þess að það var margir sagt að gamlir forsætisráðherrar eigi að fara og vera ekki að trufla þá sem hafa tekið við af þeim. Af því þeir verði þol ekki að neitt tæki við af þeim með þess áttar, það verði ekki hrjáð mig neitt og ég hef bara viljað að honum gangi vel og hann standa sig vel vegna þess að það þýðingamikið að öllum forsætisráðherrum gangi vel. Það þýðingamikið fyrir landi á hverjum tíma, þannig að ég vil ekki stela senu frá honum. En það má vel vera að breytingin hafi verið sú kannski að ég hafði flutt 17 stefnuræður og þá var ég að lesa texta sem var búið að senda öllum þingmönnum með 3-4 daga fyrirvara. Þarna gæti ég bara komið og rappað og spjallað og var frjáls af textanum í fyrsta skipti. Kannski hef mér líðað svona vel yfir því. Þannig ég held að það kannski hafi verið breytingin, menn að sagt og þessi maður getur eitthvað spjallað upp úr sér, hann þarf ekki verið bundið við textan.
Ég held samt sem áður að ég hef ekkert breyst í meginatriðum við þessar aðgerðir. Ég held að það hef ekki verið skorið úr mér einn vitleysa sérstök með hinu dótinu öllu saman. En þú kannski, þú aðeins ferð að velta fyrir þér út af hvað það gengur allt saman. En lífið heldur sinn gang. Ég hefði aldrei verið háður eða haldið þeirri blindu að ég væri ódauðlegur. Þess vegna kem mér óvart að ég þyrfti að berjast fyrir lífið mínu á spítala við erfiða sjúkdóma. Þannig að ég held að það hafi ekki breytt mér mjög mikið. Það sem undraði mig mest að ég hefði ekki tekið því illa þó þetta hefði endað þannig ég yrði að fara. Það er ekki að því ég sé nein hetja, spítalahetja, því fer fjarri, ég er alveg eins og allir hinnir með hvað það varðar. En það var bara einhvern veginn þannig, mér langaði auðvitað að lifa lengur og vera með konu mínu og syni mínum og vinum og fjölskyldu og fleirum og allt það eins og allir aðri. En það kom samt þannig út að þegar ég fekk tilkynningu seinnakrabbameinið, ég var að velta fyrir mér, skyldi þetta vera endinn á þessu öllu saman. Þá var það ekkert vandamál fyrir mig, sjálfur sér, nei. Ég hugsa með mig, þá hefur það sinn gang og auðvitað vona ég að það gerist þá eins og nú er hægt að menn þurfi ekki að kveljast mikið. Og þess áttar, það er ágætt reynsla held ég fyrir fólk að fara á spítala og skynja það. Það er hægt að koma í veg fyrir að menn fái mjög mikla kvalir. Það er komið góð tækni í því. En af því ég vissi sem var að það var svo víða baráttan hjá fólki sem var ekki búið að fá að lifa svona mikið eins og ég og gera mikið eins og ég hef þó fengið að gera. Þannig það ruglaði mig ekkert í rýminu í rauninni. Svo getur vel verið að einhvern tímann tækið sér upp veikindinn á nýjan leik og maður þurfi að fara á spítala og þá getur maður verið kannski hundfúll yfir því að maður horfur fram í dauðann þá. Hvað veit maður um það? En þú ert mættur til vinnu á nýjan leik og ég held að allir séu ánægðir með það. Ekki alveg allir. Já, kannski ekki alveg allir. Ég held að Þorri landsmanni sé nú samt ánægður með það að sjá þig aftur við störf. Það eru auðvitað kannski minna vinnuþrek. Í hverju finnurðu helst að? Já, þrekið er miklu minna og þannig að ef ég er búinn að kannski vera í einhverjum smá aðið 3-4 tíma þá fer ég heim og legg mig. Já. Og læknarnir er búin að segja mér það að þannig verði þetta í einhverja mánuði til viðbótar. En mér finnst samt sem áður að þó að mér finnst stundum að gangi hægt en þegar ég horfið 3 vikur tilbaka eða 6 vikur tilbaka þá finn ég hvað ég er þó með meira þrek hérna heldur en áður. Til að mynda þegar Clinton hjónin heimsóttu okkur Ástríði sem var afskaplega fallega gert af þeim og indælt að þá var maður svona allur að sperra sig og svona eitthvað og Clinton sagði ég held að þú hefur bara ekkert verið veikur, þetta sé bara eitthvað pólitískt trikkið. Sagði það? Já, svona við mig svona. Svo þegar þau voru farin, þá fór ég upp í rúm og þá var bara ég eins og bladra sem hann búið að stinga á og ég svaf í 24 tíma meira eða minna. Já, það bara það sem ég lá. Já, þá var ég búinn að reyna mikið á mig og halda svona dappi og vera eitthvað. Og ég var að tala við þau hjónin í næstu klukkutíma bandarísk stjórnmál. Annars vegar maður sem veit býsna lítið og hins vegar hjón sem vita býsna mikið það efni. Þannig maður þurfti öllu sína að halda og reyna að sýna að maður væri nú svona komin á kreik og allt þetta. Já, líka sjónvarpsviðtölum og allt þetta. Já, við fórum beint í það. En svo var maður bara alveg eins og tuska, undin tuska. En nú er þessi tíma alltaf aukast sem þú getur verið? Já, núna í gær þá gekk ég út í 30-40 mínútur, tiltölulega rösklega. Og það hef ég ekki getað áður og þannig að ég finna að þetta er alltaf að koma. Og núna fer ég að byrja í endurhæfingu 2-3 í viku og þá held ég styrkist líka. Þannig ég er nú bara bjartsýnn og það er nú þannig, þú veist hvernig þessi pólitík er, það er allir að rífast við alla og svona, og við erum dálítið stórirtir Íslendingar í því, í garð hvers annars. En ég finn til þess að niður í þinginu, þetta fólk sem það er og hefur skammað mig mikið, það kemur til mín og hreinum flokkunum segir blessaða farðu ekki svona hratt, farðu hægar, farðu nú heim og þú ert þreytulegur, farðu heim og legðu þig og svona eitthvað. Þetta er andstæðingarnir. Þannig að þegar eitthvað kemur svona fyrir einhvern úr hópnum, þá eru allir ósköp góðir. Þetta er gott að heyra. Já, það er bara þannig. Já, við viljum fá tónlistaraldir til að brjóta þetta upp. Hingað eru komin þau Ragnheiður Gröndal og Magnús Þór Sigmundsson, en glöggir tónlistaráhugamenn vita að þau áttu saman ásamt Sigurður Nordal. Vinsælasta lag síðasta árs og var valið held í besta lagið. Við skulum fá þau hingað inn áður en þeir fara upp á tónlistarsviðið. Ragnheiður Gröndal og Magnús Þór Sigmundsson, gerið þessu vel. Jæja, gaman að sjá ykkur, verið velkomin. Takk. Þið eruð sæt og fín bæði tvö. Það er hérna gaman að fá ykkur.
Þið sem voru með lagið Ást í fyrra og eru núna með nýtt lag sem á nýrri sólóplötu þinni. Já. Ragnheiður, ef við byrjum á þér. Já. Ég var að gefa út nýja plötu sem heitir Vetrarljóð og þar á Magnús einmitt 4 ný lög og 1 texta líka. Já. Og ég á 4 ný lög líka. Já. Og Jón Ólafs 1 og svo svona fleiri. Já. Er þetta ekki plata nr. 2 hjá þér? Þetta er mín önnur sólóplata. Já. Og þú ert ekki mjög gömul? Nei, ég er að vera 20 í desember. Já. Já. En bara þetta, þú ert bara drífur í þessu, þetta er almennilegt. Já, þetta liggur svo mikið á, sko. Já. Ertu ekki búin að vera úti í söngskóla í Svíþjóð eða ekki? Jú, ég fór sem skiptinemi úr tónlistarskólanum sem ég er hérna að læra, tónlistarskóla FH og fór í einu önn til Svíþjóðar í Stockholms. Já, það var alveg frábært. Já. Frábært. Það er gott. Hvernig skilgreinir þið? Þetta eru svona ljúf lög, það má nú kalla þetta pop, en þetta er líka kannski aðeins jazz eða hvað? Já, þeir sem hafa nú heyrt svona glöggir segja nú, þetta sé nú kannski meira bara svolítið poppað, sko. Já. En það er svona smá jazz áhrif líka. Magnús, þú ert verið ótrúlega lunginn við að þú samdir þetta frábæra lag við kvæðið Ást. Davíð, áttu þú ekki texta á þeim diski líka sem að... Jú, ég átti texta á diskinum og ég er alveg viss það að hann hefði orðið ennþá vinsæll ef þetta fallega lag og fallegi texti Sigurðar Nordal og þessi yndislegi söngur hefði ekki verið því að þetta var alveg dásamlegt framlag fannst mér. Lag og texti og söngurinn. Ég átti texta sem hét 17 ára held ég. 17 ára í Síðri kápu. Lagið eftir Gunnar Þórðar. En það hvarf alveg í skuggan af þessu fallega framlagi ykkar. Hvernig gerir þetta, Magnús? Kemur ljóðið einhvern veginn, kemur lagið til þín þegar þú lest ljóðið eða hvað gerist? Það kemur í rólegheitum, sko. Í þessu tilviki þá var þetta ljóð sem að Steinar sendi mér ásamt fleirum, sko. Og ég hreifst strax af þessu ljóði. Ég hef aldrei séð það og eiginlega fannst þetta bara svona hið fullkomna ástarljóð, sko. Þannig ég var svona feiminn við að nálgast það. Hafði þetta á eldhúsborðinu alveg í marga daga, sko. Og reyndi að nálgast það, það kom aldrei neitt, sko. Svo kom þetta lag og það kom bara allt, sko. Bara alveg í heilt. Flokkað aðeins, heyrum smá bara svona, svo við rifjum það hérna upp, af því að það er annar lag sem þið ætlaði að flytja. Ragnar, þú leyfir okkur að heyra nokkra. Sólin brennir og nóttin slökkvir dag. Þú ert athvarf mitt fyrir og eftir sólarlag. Þú ert yndi mitt áður og eftir að dagur rís. Svölum í sumarsins eldi og sólbráð á vetrarins ís. Við þurfum ekki að heyra mér að þetta er yndislega. Þó svo textið þinn að vera góður, það var ekki hægt að toppa þetta. Það er ótrúlega fallegu text þetta. Já, hann talar svo skýrt. Já. Hann skilur ekkert eftir, sko. En nú er þið með annað lag hérna sem heitir Húmar að. Já. Það er lag eftir þig sem sagt. Hver á texta? Og texti. Já, ég gerði textan líka. Þú átt textan líka, já? Ég fekk símtal og þá var hérna Raggi Bjarna að fara að gera plötu. Það var ungur maður sem hringdi í mig og spurði hvort ég ekki ætti lag handa honum. Og ég átti ekkert lag en langaði til þess að gera svona fullorðið lag fyrir hann. Svona Húmar að. Hann er náttúrulega fann eldast og þetta er svona bara svona eins og leiðilegur, sumar, vetur voru haust og svo náttúrulega bara hverfur andinn og maður fylgir með. Og svo var það ekkert úr þessu. Þannig að svo leyfði ég sem sagt Ragnheiði að heyra lagið og það var ákveðið að gera tilraun og hún tókst. En það er nú oft sagt þína fallegu rödd að hún sé svo þroskuð, þó sem þú sért aðeins tvítug. Gaman að heyra það. Já, það hlýtur að vera. Þú ert búin að gera 2 plötur tugt og getur farið með þessi svona þroskuðu lög. Já, mér finnst það. Ef við ekki bara fá að heyra það? Jó, skulum bara. Og hvað heitir, platan heitir Vetrarljóð? Hún heitir Vetrarljóð og þetta er svona konsept. Þetta eru ljóð vetur og fyrir aðeins inn í jólin. Ég er búinn að hlusta á hana, hún er alveg yndisleg þessi plata. Takk fyrir. Mjög skemmtileg og einmitt þægileg svona í skammdeginu. Já. Heyrðu þið, þá lappið þið yfir á tónlistarsviðið og við hlustum hér áfram við Davíð. Já. Gjörið þið svo vel. Takk.
dag eftir dag dreg ég að mér anda þinn, anda að mér daglega út og inn. Já, dag eftir dag fljúga í huga mér, augnablik fleyta sér á tímans hafi fley sem áfram líða nótt eftir nótt. Læðast að mér hljóðlega, laumast inn í huga minn næturljóð. Já, nótt eftir nótt brjótast í huga mér, augnablik breyta sér, í bát siglir á tímans hafi. Sumarið kemur og fer, staldrar haustið við, síðan vetur, desember, já svo kemur vor eftir langa bið sem betur fer. Birtir í huga mér, það húmar að, hljóðlega ég hverf á braut, andi minn svo tímalaus fjarar út og hverfur í tímans haf. Brjótast í huga mér, augnablik breyta sér, í bát siglir á tímans hafi. Sumarið kemur og fer, staldrar haustið við, síðan vetur, desember, já svo kemur vor eftir langa bið sem betur fer. Birtir í huga mér, hvar svo sem heimurinn endar og himnarnir taka við, mér voru sem barni kenndar bænir af góðum sið, englar og himnalíf sem opnast. Sumarið kemur og fer, staldrar haustið við, síðan vetur, desember, já svo kemur vor eftir langa bið sem betur fer. Birtir í huga mér, birtir í huga mér, birtir í huga mér. Þetta nú. Takk fyrir það, Ragnheiður og Magnús Þór. Það kominn góður gestur til okkar hingað í viðtalssettið. Hér Kolbrún Bergþórsdóttir, rithöfundur, blaðamaður og lengi vel, opinber bókagagnrýnandi ríkisins hér í Kastljósinu. Ekki óhætt að segja það? Já, ég var í Kastljósinu nokkur ár. Já, gagnrýndir allar þær bækur sem hingað komu? Já, en sakna ekki starfsins. Háyfirdómari bóka? Já, þetta var svona, það dálítið mál að vera í sjónvarpi að gagnrýna bækur. Þetta mjög áhrifaríkur miðill, eins og þú þekkir. Þú varst afar áhrifarík í þessu hlutverki? Já, þetta var skemmtilegt. Já, en þú ert ófáanleg til að gera þetta lengur? Já, ég voða montin yfir því að ég held að beða henni á hverju ári, en ég lít þannig á ef maður er hættur, þá snýr maður ekkert aftur. Nei. Þá fyrir maður bara að gera eitthvað annað. En af hverju, er það vegna þess að þú ætlar sjálf að fara að skrifa? Nei, það var ekki,
ég fékk bara einhvern sko nóg. Já. Það var bara einhvern veginn, ég hugsaði, þetta er alveg gott. Nú nenni ég þess ekki lengur. Varstu búin að koma þér út úr húsi hjá öllum vinum þínum í rithöfundastétt? Já, fór alltaf nokkra hringi, sko, umferðir. Já, eru þeir ekki viðkvæmir fyrir sjálfir sér rithöfundarnir? Þeir eru ofboðslega viðkvæmir, ótrúlega sjálfhverfir og þetta eru mjög svona erfið og flókið samskipti. Játar þú þetta á þig, Davíð? Jú, það sést best á því. Ég man, hún gaf mér bara 2 stjörnur fyrir Já, þarna sérðu þú mannst það. Fyrir hvora? Var það fyrir Guðni? Já, fyrir bókina. Fyrir bókina. Hún sagði nú við mig að þetta var ágætisbók. Já, 2 stjörnur, það er fín. Já. Þetta er manneskja sko sem sumir kalla kollu kúpu sko því að hún gefur Já, þú hefur alltaf fengið hauskúpu hjá mér, eins og sumir. Er ekki 3 stjörnur eitthvað hæsta Michelin stjörnur? Já, akkurat, ég segi það. Þannig að 2 hlýtur yfir ágætt. Já. Hefðu Kolbrún, þú ert sjálf að skrifa, hvort sem það tengist nú gagnrýnin eða ekki. Þú ert að skrifa, búin að skrifa hér. Já. Bók sem að ég hef því miður ekki lesið, en nei, hún er sko, þú fullir að það sé góð. Þú gefur henni 3 stjörnur. Ég er ánægð með þessa bók. Já. Og mér er svo skemmtileg. Já. Ég held ég get alveg sagt það en ég er voða vond í að sko agitera fyrir eigin bókum. Já. Kannski af því að þekkt svo marga sjálfhverfa höfunda sem eru bara brjálaðir sko, verða manískir í nóvember og desember. Já. Og þegar ég er búin að skrifa bók, þetta er önnur bókin sem ég skrifa, þá er bara bókin komin og fólk kaupir hana eða vill kaupa hana. Já. Og mér leiðast voðalega kynningar á bókum. Já, en við skulum samt sem á að kynna hana til leiks. Þetta er ævisaga Elínar Torfadóttur sem er ekki að Guðmundar Jaka. Já. Af hverju skrifar hana? Sko, ég kynntist Guðmundi því ég var á Alþýðublaðinu og hann hringdi af því að hann hafði skoðun á öllum þjóðmálum. Já, ég hringdi eftir viðtal við Davíð og Jón Baldvin og svona með komment, sko. Já. Og við urðum miklu mátar, svona símavinir. Og ég þekkti hann ekki lengi, þá bara sko dó hann mjög snögglega. Og ég tók það afskaplega nærri mér og ég manna Össur Skarphéðinsson tók mig að sér og huggaði mig að því ég tók þetta bara mjög nærri mér. Já. Og eftir það kynntist ég Elínu Ekkjans. Og hún hafði einhver tíma verið svona skrá hjá sér ýmsa hluti en þurfti aðstoð við að koma þessi bók og ég tók það mér og þetta var mjög skemmtileg vinna með henni og hún er mikil kjarnorku kona eins og allir vita sem þekki hana. Já, það er gott. Ég hlakka á til að lesa þessi bók. Þetta er svona, það er tísku að kalla alla hluti aldarspegill núna. Þetta er væntanlega aldarspegill. Þetta er... Já, sko, hún eina af fyrstu fóstrunum sem útskrifast á Íslandi og er að lýsa einmitt ýmsu í bæjarlífinu og í uppeldismálum og öðru slíku. Og hennar líf náttúrulega mjög pólitískt líka? Já, mjög pólitískt og já, hún rak Ólaf Ragnar og Svavar Gestsson út af heimili sínu eitt sinn sko, sem hún segir frá í einu kafla en svo er það líka ástarsaga. Þau áttu svo fallegt hjónaband. Einmitt. Talandum stjórnmálasögur, þú varst með bók fyrir 2 árum, eða ekki? Jú. Ævisögu Jóns Baldvins, það er að segja tilhugalíf. Já. Svona hans unglingsári í rauninni, ekki fram að pólitíkinu má segja. Já. Og allir bjuggust við síðan næsta bindi strax jólin eftir. Já. En það bólar ekkert á því. Nei, allir þessi bók verið nokkuð tíma skrifuð. Þannig að nú þarf ég að finna mér annan stjórnmálamann. Og ég hef það skoðun að það verða skráð sögu Davíðs og það má engin sjálfstæðismaður fara í það. Heldur svona hægri krati og helst kona. Þannig að ég býð mig fram. Og mér er fúlast alveg. En af hverju má ekki sjálfstæðismaður skrifa hana? Vegna að það verður allt álitað. Það verður að vera manneskja sem hefur ákveðna fjarlægð, samt ákveðna sympatíu en getur leið verið gagnrýnin og ég held að það sé mjög nauðsynlegt að það sé kona. En þú fyrir mig, ég ætla ekki að vera leiðilegur sko, en þú ert hægri krati, Jón Baldvin jafnvel líka. Já, ég meina... Og gastu alveg skrifa hans sögu? Já, ég gerði það. Já. Ég gerði það. Það var ekki of mikil nálægð? Nei, það held ég ekki. Nei, ok. Nei. En segðu okkur hans akkur heldur að bókin kom ekki út? Hringdu til Helsinki og spurði Jón að því, ekki spurði mig. En þú ert tilbúið þess að? Ég er þannig, ég vil bara ganga í verkin og ljúka þeim. Jón virðist þurfa sko margra ára umhugsunartíma. Ertu dugnaða forkur? Þú vannst full að vinna með þess að gera þetta? Já, ég bara er sko ég er mjög skipulagt. Ég læt ekki trufla það sem ég ætla að gera. Þú hefur sagt einhvern tíma, Davíð, að þú hefur bara jafnvel ekki sérstakann áhuga á því að það verði skrifið um þig. Ævisaga, ef þú hefur eitthvað um það að segja sem þú hefur kannski ekki? Ég er ekkert spenntur fyrir því að það sé verið að skrifa um bók eða bækur. Ekki þannig ég sé neitt feimið við það þess áttar og ekkert hef ég að fela sérstakt umfram aðra menn vonandi. En ég er ekkert voðalega spenntur fyrir því. Ég held að mín verk, að svo miklu leyti sem þau skipta máli, þá eru þau þarna og ef þau hafa verið til góðs þá finnur fólk fyrir því áfram. Já.
Þannig ég hef enga þörf fyrir því að það að skrifa bók. Ég hef gaman að skrifa sjálfur og langar að skrifa meira einhvern tímann á framvegis. En ég ekkert, þetta hljómar sem kannski einhvern tilþrif til þess að vera hóvær eða þess áttar, en það ekki það. Ég hef enga þörf fyrir hóvær heldur, en ég hef enga sérstaklega þörf fyrir það að sé skrifað mig. Ef það væri, ef Kolbrún myndi skrifa ævisögu einhver, væri ekki þessi veikindi núna? Þú ert komin í vinnu og það vonandi bara heldur heilsu og allt gengur vel. Þetta væri einhvað síður, það væri hægt að skipta bindunum þarna við veikindinu, það ekki? Men þetta svolítið... Jú, það svo dálítið þannig að þegar við þessir heimsfrægu menn á Íslandi, sem eru allt margir, verðum veikir, þá svona meira úr því gert heldur en þegar þetta innan gæsalappa venjulega fólk verður veikt og það það sem alltaf að gerast, að venjulegt fólk að verða veikt með sama hætti eins og við, erfiðara hætti auðvitað gjarnan líka og í allar áttir. Þannig að ég finnst að mig ekki gera of mikið heldur úr því þó að við göngum í gegnum það sama sem svo margur annar gerir. Nema þá kannski til þess, til dæmis varðandi okkur kallana, að við erum svo, ég held við séum svolítið skræfur, sterka kynið. Sko, þó við segjum það ekki, eins og ég lét þarna nóttina, þetta líður allt hjá og ég búinn að fá mér aspirín og allt þetta, öll þessi vitleysa. Þetta hljóma voðalega svona kallmannlegt og myndalegt, en þetta allt saman einhver hluta því skræfugangi okkar kallana. Við erum svona miklu hræddari konurnar. Við að fara í einhverja, láta lækna kíkja á okkur og krukja á okkur og svona eitthvað. Þó við séum svo ágætt að þau verðum komin í slaginn, að láta okkur hafa það. Að því til kannski ágætt að einhverju menn sem fólk kannast við segja við félagana, heyrði strákar hérna, verðið ekki að vitlis úr ég, látið nú skoða ykkur þegar þið komið á þennan aldur og látið gera það almennilega og þá kannski hægt að koma í veg fyrir eitthvað að fara alveg úr böndum. Mér finnst alltaf að við þessir svokölluðu þekktu menn, við getum talað þannig, en öðru leyti án ekki verið að gera meira úr okkar sjúkdómum heldur en þessa venjulega fólks. Ert þú heilsugóð, Kolbrún? Já, alveg ótrúlega hraust og verð alltaf heilsuhraustari með aldrinum. Já, það? Já. Og hver galdurinn? Ferðu svona vel með þig? Nei, ég fer mjög illa með mig, en ég geng mjög mikið, ég geng allt. Já. Og ég held að það bara bjargi mér. Já, það sé mjög gott. Ég á ekki bíl, mér langar ekkert til að eiga bíl, ég ekki með bílpróf, ég engan áhuga að taka bílpróf. Þú ert ekki með bílpróf, nei? Og ég geng bara næstu í allt sig. Það hefur aldrei haft bílpróf? Ég hef nú tekið upp í einhverju vondu veri, einu sinni tvisvar. Einu sinni eða tvisvar, já, kjúklingastað og byrju einhvers staðar hitt ég reyndar, þá tókst hún ekki upp í, tók hann upp í stjórnarráð. Það var minni fyrir utan McDonald's og hérna, hann segir, heyrðu, það að tala við þig og fór með mig upp í stjórnarráð. Taka það á teppi. Já, og ég hugsaði á leiðinni og segi, býttu nú við, hvað hef ég nú verið að skrifa undanfarið? Og ég gleymi alltaf því sem ég skrifa einhverja písla og gleymi því öllu. Nú, og svo settistu niður og ég átti nú vona að fá svona eitthvað svona Kolbrún mín, það nú ekki gott að þú sért nú að... En það var ekki heldur staðan, heyrðu, ég var að skrifa sögundaginn, ég var að sátt að það vaka alla nóttin til að skrifa hana, já, og nú ætla ég að lesa hana fyrir þig. Og þetta voru 10 mínútur, hann las fyrir mig söguna, svo var hann búinn og sagði, ég veit ekki hvort þetta góð saga, en ég held það. Já. Og ég, bókmenntgagnrýni, var ekki alveg sko í stakk búin til að dæma hana af því að mér fannst þetta svo dásamleg sko situasjón. Já. En ég hef aldrei glemt þessu. Einmitt. Það er svona, maður er snertur að því að vera galinn stundum. Já, en það var greinilega sko, hann hefði sko lagt svo mikið í söguna og var ánægður með hana og þurfti svona einhver þetta hlusta á hana. Ég var enda með henni á heilanum og svo þegar ég að stelast út í McDonald's og hérna, nú ég hættur því að... Já, sjálfsögðu. Og sé hana, hún var svo augljóst fórnarlamb. Dragar henni á skrifstofu. Bókmenntagagnrýni ríkisins. Já, en þarna er ég alltaf bara að svindla því að hérna, ég er á fullu launum sem forsætisráðherra að vera að lesa sögu fyrir fens út í bæ. Já, heyrðu, við þurfum að fara að ljúka þessu. Það er hérna, það er að segja að við ætlum að fá tónlistaratriði í lokin en ég ætla að fara að ljúka spjallinu á ykkur. Þú ert stórglæsileg kolla, ég má til með að nefna það. Já, ég var nú einu sinni kosin verst klædda kona á Íslandi og ég var alveg ferlega montinn. Já, er það ekki? Mér þátti alveg óskaplega skemmtilegt. Já, þú ert alveg búin að missa þeim titlið núna, þú ert alveg búin að fyrirgera réttið þínu við það. Ég var kosin tvisvar verst klæddi maður landsins. Já. Og í annað skipti sem að mannlíf hefði kosið við verst klædda maður landsins, þá fór ég út úr stjórnarráðinu og þá sá ég það Rónar sem var allt út og allt í vitleysu og ég hugsaði með mér, ég með þess að vera klæddur það. En það bjargaði alltaf flokknu á mér að Frikki var alltaf kosið best klæddur maður. Hann var svo flott og huggulegur. Það var sjálfsálfur var ágætlega klæddur að meðaltali. Já, svona meðaltali, já. Gaman að fá ykkur þáttinn bæði tvö og gangi ykkur vel í þér með bókina og þér í þínu störfum og með heilsuna og allt það.
Við ætlum að enda á fallegu lagi frá Ragnheiði Gröndal og Magnúsi Þór Sigmundsssyni þar sem að þau sitja þarna við gítarinn og píanóið. Gjörðu svo vel, krakkar, þið sláið botninn í þáttinn. Ég þakka ykkur sem heima sitjið. Við sjáumst á laugardaginn kemur. Verið bless. Já, þetta er kannski alltaf að segja að þetta lag heitir Norðurljós og þetta er eftir Magnús Þór og við ljóð Jóhannesar og Kötlum. Ég sat kvöld og horfði hátt á himinn blámans djúp og augun drógu strækt í kaf í dimman næturhjúp. Ég vildi horfa húburt og heiðið bak við sjá og ef til vill var augasteinninn, óskasteinninn þá. Ég vildi sigra sortan smátt og sjá í gegnum hann. Því einhver þrá til æðra lífs í æðum mínum brann. Ég þráði meira, meira ljós í mína veiku sál. Ég þráði glóð frá Guði sjálfum, glóð sem væri tá. Snöggt á undralampans kveik og sjá hinn björtu blísin Guðs sér brugði fagran leik. Þau þutu víða veg eins og vóðu blámans hyl og leiftu hraðar litasveiflur lýstu jarðar til. Þeirra drottins dýr ei döðleg tunga kann en helga nálægð himinsins mitt hjarta þegar fann og lúin sál mín lagðist þar við lífsins bjarta ós og svalg á einu augnabliki öll þau norðurljós. Hló í brjósti mér og birtan var mín hlýr og ég heyrði drottins hjarta slá, þá hvarf mér dauð og líf. Ég sá við undralampans ljós á leiftur hraðri ferð úr ótal slíkum